Hjá mér stödd Guðríður Ólafsdóttir, fyrrverandi formaður Sjálfsbjargar, landssambandsfallara og hún starfar nú sem félagsmálafulltrúi hjá Öryrkjabandalagi Íslands. Vertu velkomin Guðríður. Takk. Mig langar til að byrja að spyrja þig, hvað ertu gömul? Ég er 63 ára. Heyrðu, og þín áhugamál svona aðalega? Það er nú svona fyrir utan þessi félagsmál sem ég hef alltaf verið í, þá er það lestur góðra bóka og svo náttúrulega leiklisti. En hvað með tæknina? Hvað finnst þér þessa tækni sem við búum við í dag? Mér hefur alltaf langað að læra meira á tölvu sko, svona ýmis forrit. Ekki bara þetta sem maður vinnur með eins og Word og Excel og eitthvað svolítið. Það er aðalega sko, þetta sem við kemur unga fólkin eins og Facebook og YouTube og svoleiðis. Já, ég skil þig. Að reyna að halda í við ungu kynslóðuna. Akkurat. Og en hvað með símann til dæmis? Notar hann mikið? Ég nota hann mjög mikið en bara til þess að hringja og svara. Já. Þú veist að hægt að gera miklu meira. Og senda svona skilaboð, en ég kann ekki til dæmis að setja svona lögin og símann til þess að hver og einn sem hringir í mig hafi sérstakt auðkennislag. Nei. Það kann ég ekki. En myndir og þess að það? Já, sko í tölvunni hjá mig, þar er ég með svona Photoshop forrit. En ég kann ekki að nota það, þannig ég get ekki lagað myndir almennilega eftir eins og ég vildi gjarnan gera. Já. Það væri rosa gaman að læra á það forrit betur. Já. Það er svona ýmislegt sem það hægt að gera og þetta er svo einkennilegt að unga fólki, það verðist alveg kunna þetta. Það liggur við að þetta sé puttanum áður þegar hann fara að ganga. Já, en hvernig myndi þér sem sagt hugnast það að brúa kynslóðabili með því að láta svona unga krakka vera að kenna þér? Mjög vel, það er búið gaman að fá þau til að hjálpa sér. Já. Ég held að það getur ábyggilega gott fyrir okkur bæði. Já, akkurat. Það er ekki spurning að við getum kennt þeim eitthvað. Örugglega. Heyrðu, það var nú bara gaman að við getum pröfað þetta og ég ætla ekki að hafa þetta lengri í bili. Þakka þér kærlega fyrir að koma. Já, ég þakka fyrir.